að fara að tala húmanisma í dag og heimsgönguna fyrir friði og tilveru án ofbeldis. Á miðvikudaginn núna í næstu viku klukkan 8 á Klambratúni verður myndað mannlegt friðartákn. Húmanistarhreyfingin stendur fyrir þessu. Sanna Magdalena verður fundarstjóri. Fjölmörg samtök munu senda fulltrúa til að taka til máls og Magga Stína mun syngja. Þannig að það hljómar rosalega vel fyrir mér og sestur hjá mér hann Ragnar Sverrisson sem hefur lengi verið viðloðinn húmanistarhreyfingunni og reyndar nýlega kominn frá Kenju þar sem hann hefur verið að starfa með félögum sínum í húmanistarhreyfingunni. Sæll Ragnar, takk kærlega fyrir að koma. Já, takk kærlega fyrir að bjóða mér hérna að þessu borði. Ég er ykkur aðdáandi og fylgist mikið með ykkur. Hjartanlega velkominn. Nú er þessi þriðja heimsganga að fara í gang. Við höfum nú fjallað hana svolítið hérna á samstöðinni, verið unnið með húmoristunum, fengið gesti hér að spjalla þetta þeir Antonio og Rafael kom hérna fyrir nokkru, voru með fund í þjóðarbókhlöðunni og nú er komið að þessu. Þetta er að byrja á miðvikudaginn og það verður viðburður hér á Klambratúni, daginn sem þetta byrjar. Jú, það er hérna, þetta er þriðja heimsgangan fyrir sem sagt friði og tilveru án ofbeldis. Og fyrsta var árið 2009 sem var mjög öflug og fór allan heim og hérna það voru viðburðir allt. Það er hérna heil bók sem sýnir hérna viðburði allan heim og sem er hægt að fá að skoða og svo eru hérna viðburði sem við gerðum á Íslandi en þetta snýst voða mikið það að fólk gerir einhverja aðgerðir sem það tilengar friði. Og til dæmis fyrir norðan fórum við með skólakrakka í siglingu á Húna og þau skrifuðu svona friðarboðskap á flöskuskeyti og settu í hafið. Þetta er frábært og þessi bók sem lyftir við eigum einmitt eintak hérna í vorstjórninni þar sem samstöðun er til húsa og það er að skoða hana og það er alveg magnað hvað þetta eru búin að vera stóri viðburðir og hvað eru einmitt út allan heim. Þetta er stórglæsilegt og þú ert nýlega komin frá Kenju þar sem er verið að skipuleggja göngu þar líka? Já, sem sagt heimsganga 2 var skipuleg árið 2019 en svo varð hún trufluð af COVID. En þannig við erum að setja núna þriðju heimsgönguna af stað og ekki veitir af. Oft var þörf en nú nauðsyn eins og ástandið er í heiminum. Og þannig við erum að hvetja fólk allstaðar til að vera með einhverja viðburði og vera með gera eitthvað sem tengist friði og það er að spyrja skiptir það máli ef einhver gerir það. Sko máli er það að það er svo mikið ofbeldi í heiminum og ef ég aðeins fer yfir, ég fór nærtir, við fórum ferðumst marga staði og við tala aðeins hvað húmanistarhreyfingin stendur fyrir. Endilega, velkomin, já. Já, hún var stofnuð í Argentínu af Mario Rodríguez Cobos sem skrifa undir nafninu Silo, hann lést nú reyndar fyrir 2010 og ég hef verið starfandi í húmanistarhreyfingunni í rúm 40 ár. Og fekk tækifæri til að fara niður til Kenya 2004 og nú Kjartan á efri henni sem plataði mig og ég var ástfanginn á land og þjóð. Ég fekk svo slæmt psoriasis og psoriasis-gigt, þannig mér var bannað að vinna. Þá fór ég þarna og ég er búin að fara 26 sinnum til Kenya. Ég fór alltaf 3 mánuði, kom heim og seldi harfisk til að eiga fyrir til þess að sinna öllum þessum verkefnum sem við erum að gera. Og það sem við erum að gera, við erum með fundi og námskeið með fólki og sem sagt erum að kenna fólki að vinna saman og hafa trú á eigin getu. Og aðal svona markmið húmanistarhreyfingarinnar er að maðurinn sé númer 1. Ekki peningar eða trúarbrögð eða annað. Hið mannlega. Já, og þannig að sama hátt og þegar það verið að kannski skrifa frumvarp og athuga hversu gott það er fyrir náttúruna, það sé alltaf hugsa hversu gott er það fyrir manni. Þetta er svona aðalmarkmiðið en það sem stendur þessari framþróun og hlutunum mest fyrir þrifum er ofbeldi.
og við tölum mikið andofbeldi, en það sko Síló sem stofnaði þetta fyrst, hann hefur svona djúpan skilning á ofbeldinu og hann tvítugt þegar hann ákveður að hann ætli nú bara að breyta heiminum. Þetta er stórmerkilegur maður og hann var víðlesinn, hann ekki bara í svona andlegum pælingum heldur, hann líka búinn að lesa virðist vera mjög marga heimspekinga og svona hugmyndasögu og bara mjög áhugaverður. Já, það síða sem heitir silo.net, það sem hægt að skoða öll hans verk, en hann talar það sko að það sé aðalega ofbeldi sem standi allri þróun og í samfélaginu fyrir þrefum og þegar við tölum ofbeldi þá erum við ekki bara að tala líkamlegt ofbeldi, heldur við erum líka með efnahagslegt ofbeldi sem hvað það versta, við erum með kynbundið ofbeldi, kynþáttaofbeldi, trúarbragðaofbeldi, sálrænt ofbeldi og svo framvegis. Og þetta eitthvað sem þarf að breyta og þarf að losna við. Og ofbeldi þannig að það sko, ef þú beitir ofbeldi þá heldur það áfram. Og þetta svona ofbeldiskeðja, en á sama hátt ef þú gerir réttar gjörðir, þar sem að hugur, tilfinning og hjarta fyrir saman og þú gerir eitthvað fyrir aðra og þess að ætlast til einhvers í staðinn, það heldur líka áfram. Þannig við getum sagt ef einhver að gera svona einhvern friðargjörning eða friðarviðburð, þá þeir að auka friðinn. Allt hefur svona ákveðna keðjuverkun hvort sem af hinu illa og hinu góða. Þó það virðist kannski smávægilegt líka af hinu illa og hinu góða. Já, og sjá til ef að fólk mjög meðvitað í samfélagi og mikið að gera tengslum við frið og friðarmál, þá erfiðar að fá fólk til þess að fara út í stríð. En til þess að uppræta og koma í veg fyrir ofbeldi, þá þarf að fara í rætur ofbeldis. Og við þurfum átt okkur því að ofbeldi ekki bara þarna úti, það líka hérna inni. Og það sem að við gerum, að við þurfum sumir segja að til þess að breyta heiminum þá þurfum við að byrja sjálfum okkur. Aðrir segja að það þarf að breyta samfélaginu og þá breytist fólk. En við segjum að hvort vekja sé rétt, það þarf að bæða að vinna út á við og inn á við. Og það sem við gerum svo sem ekki neitt ekkert nýtt, við erum bara stundum sem við kallum innri vinnu, bara gerum slökun, við erum með svona fundi á einu sinni viku með fólki víða hérna í Afríku, við einbeitum okkur aðalega Afríku, en þetta er allþjóðahreyfing, þar sem að við svona vinnum með þetta, vinnum með orkunni líkamanum, spennuna og líka svona innri ímyndir, svona fólk getur verið með eitthvað tráma. Og við erum búin að, eftir COVID, þá allir komin á netið, þannig við, Júlíus, erum búin að vera með vikulega fundi núna í 3 ár með fólki þannig. En sko, bakvið ofbeldi alltaf einhvers konar ótti. Já. Fólk hrætt að missa eitthvað sem það hefur, eða fá ekki eitthvað sem það heldur að það þurfi, og bakvið það svona lítið trú á sjálfum sér. Fólk hefur ekki trú á því að það geti öðlast það sem að það þarf eða langar og við vinnum svona með þetta innra en við lifum ekki í vakúmi, þannig við þurfum að hafa áhrif á umhverfið og þá svona til dæmis verkefni eins og heimsganga fyrir frið og tilveru án ofbeldis, það sem fólk fær svona skýr verkefni þar að segja, og við segjum við fólk ekki vera að gera eitthvað annað heldur, gerðu bara það sem að þú gerir vel sjálfur og settu merkimiða friðar á það. Ef þú ert tónlistarmaður þá getur þú sungið eða verið með tónleika tengda friði. Ef þú ert businessmaður þá getur þú einbeitt þér af friðsamlegum málum og þetta var mjög öflugt hérna 2009. Þá voru allir krakkar í Hjallastefnunum voru með svona friðamerki víða í skólum. Allir fótboltaleikir voru byrjuð á því að halda uppi. Þannig að núna í dag þá höfum við áhuga að þetta fara fram á netinu, því fólk að tengjast ný kynslóð á samfélagsmiðlum og að fólk gerir bara einhver hluti sem tengjast friði, bara sjálfsbrotna, sendi myndir og við getum dreift í allan heim.
Og heimsgangan einmitt, þetta er svona kall til þess sem þetta fólk gerir þetta, að það standi fyrir friði einhvern veginn þó það sé lítið eða bara partur af einhverju öðru sem þau eru að gera, að þetta svona getur virkilega undið upp á sig og svona ítt undir þessa meðvitund friðar. Já, nákvæmlega, við segjum að þetta er svona, íslensku orðið, að það hefur áhrif, einhver gerir eitthvað og aðrir sjá það og þá getur það haft áhrif. En svo aftur var nú Kjartan, vinur minn, ábyrgur fyrir ég fór núna, að því að það var einhver kennari hjá honum, í Multikulti sem er á efri hæðinni hjá okkur, sem komið þá hugmynd að vera með hlaup í Tansaníu fyrst, þar sem að myndu konur fara frá Íslandi og hlaupa gegn kynbundnu ofbeldi eða svona samstöðu hlaup varðandi kynbundnu ofbeldi. Svo fór hann með þeim í ferð og þá hittu þeir samstarfskonu okkar sem er búin að vera til fjölda ára, Tracy Katata, og hún vildi að það væri bara líka með hlaupið í Nairobi og svo reyndar að því við erum með öflugt fólk í Kisumu, þá höfum við ákveðið að vera líka með hlaup þar. Og sem sagt Tracy er í ræktinni og hún var ræktinni, það er kona sem heitir Tekla Del Rupia sem er heimsfræg kenísk hlaupakona, hefur unnið marathon, New York marathonið í tvígang, var fyrsta sem vann það og er með samtök sem heita Tekla Rupia Peace Foundation og hún ætlar að taka þátt með okkur, hún ætlar að hlaupa þannig í Nairobi og í Kisumu og í Tansaníu, svo koma þær til Íslands þetta er í lok nóvember og ég hvet íslenskar konur sem eru hlaupakonur að fara til Afríku og taka þátt í þessu hlaupi. Þetta eru ferðir á vegum Multikulti uppi, en 10. desember þá verður komið til Íslands og hlaupi líka hér. Og það er þetta að finna upplýsingar þetta á Multikulti síðu á Facebook eða á heimasíðu þeirra? Já, glæslegt. Og talandi sem sagt kynbundi ofbeldi, það er mjög algengt þarna. Og við förum, til dæmis Tracy við fórum á hún hefur sett, hún er fyrsta lagi móðir 18 barna. Þegar hún var 15 ára þá ákvað hún taka sér 18 götubörn. 10 stráka og 8 stelpur og búin að koma þeim til manns. Ég er búin að þekkja hana í rúm 10 ár og hún setur á stað skóla allstaðar, hún er tónlistakona, hún er með þess að bara mjög þekkt tónlistakona í Kenía, búin að fá fjölda verðlauna fyrir tónlist sína. Og við vorum að tala við hana áðan aðeins í síma og ætlum að sína lag eftir hana í lokin. Þetta er einmitt svo magna við neti í dag og svona starfsemi að það er þetta tengjast fólki á ljósara að þú getur talað við það hvar sem er og þessi fundir ykkar einmitt að þeir fara mjög víðan völl bara allan hnöttinn. Já, við erum búin að vera núna í kjölfarið þessari ferðminni og við erum að skipuleggja að minnst kosti 10 stöðum friðarmerki í Kenía. Við erum með 2 til 3 fundi á dag með fólki hérna og þaðan. En hún sem sagt fór með mig á stað þar sem hún setur á stað skóla og það er nálægt þar sem hún er frá upphaflega og við fórum þangað og hittum fólk og þar eru 2 ættbálkar sem eru mjög týndir eða svona frumstæðir og hún segir að stjórnvöld hafi algjörlega gleymt þeim. Þetta eru múslimar og kristnir, aðrir eru hirðingjar, hinn eru sem sagt bændur og þeir hleypur í brýna á milli þeirra endalaust og hún fór þarna og sett á fót svona friðarhús sem er bara svona plankar, svona það sem fólk getur sitt í ring og rætt málin. En þannig eru þessi ættbálkur umsker dætur sína eða stelpur sína sem er alveg skelfilegt. Það er engin sjúkrahús þarna. Ég veit ekki hvort að fólk hefur gott að heyra það sem ég er að fara að tala um. Það er engin sjúkrahús, það er fjöldi þeirra sem deyja bara að blæða út og síðan eru þau með þetta hjónabönd með ungum stelpum, með konum, 9 ára. Þeir gifta dætur sínar 9 ára, ég á dóttir sem er 8 ára, 9 ára, 8 ára. Og þetta er bara svo hræðilegt, þetta er bara svo pyntingar fyrir börn, skilur, og þeir geta gifst 4 stelpum. Við erum í samstarfi við
hérna 2 hópa og fleiri og erum að reyna að byggja upp að koma upp svona sko ekki kvennaathvarfi heldur barnaathvarfi til þess að reyna að hjálpa grípa yfirvöld ekkert inn í að gera eitthvað í þessu. Það ekkert Það segir það, þeir segja þessi sko, það alveg önnur saga að tala sko pólitíkina. Pólitíkusnir eru nú aðalega að skara elda eigin köku. Ég tala kannski aðeins það hérna á eftir, en við erum í samstarfi við konu sem yfir svona unglingafangelsi og hefur verið að vinna valdeflingu fyrir konur að því að einn ættingi henni reyndi að bjarga barni þannig. Og það fór svona, almenningur fór á eftir honum og hann faldi sig á lögreglustöð. En lögreglan hérna lét hana hendi fyrir mútur og þeir kveikti í honum sem þeir gera í dómstóli götunnar þannig hún hefur mikinn áhuga á að byggja upp, sko þetta ekkert auðvelt að... Það er svona andstyggileg og viðbjóðsleg ofbeldismenning sem kannski lifir ákveðnu lífið þarna og er ekkert hægt að þú veit að segja okkur að maðurinn sem reynir að hjálpa börnunum, hann er tekinn og úthúðaður af mönnunum hana. Þetta er svo merkilegt, það er margt sem ég hef lært þarna og eitt er það að það er hægt að breyta mörgu en svona hefðir og menning er gríðarlega erfitt að eiga við. Sko mæður fara með dætur sínar þarna til að láta umskera þar. Það reyndar sem betur fyrir mjög fáir ættbálkar þarna sem að stundu umskorð á konum. Mæðurna fara með börnin sín. Ég ætla að taka eitt dæmi hérna. Það var vinkona mín þarna úr einum ættbálk og pappina dó. Og þá þurftu sko mæðurnar og konurnar í fjölskyldunni að bara sitja og gráta í heila viku og máttu ekki sofa eða neitt og þannig hún var að koma til mín á hótelið og fela sig sko og fá að leggja sig aðeins að því að hún var svo þreytt. Síðan eftir jarðarförina þá þurfaði að sofa við gröfina í eina viku út undir ber lofti og þau fengu malaríu og ég var að reyna að hjálpa þeim að kaupa malaríulyf og ég spurði hana býtu af hverju er þið að þessu? Og hún sagði sko, þið hvíta fólki, þið vilja alltaf vita af hverju. Þetta bara er svona. Ég segi, býtu, en hvað gerist ef að þið sleppið þessu eða gerir þetta ekki? Þá bara deyjum við eða einhvað mjög hræðilegt skeður. Þetta er svona hjátrú. Og við þekkjum þetta líka bara í Íslandi og allstaðar að þegar óttinn er svona til staðar og fólk er skítrætt að það gerist eitthvað hræðilegt ef að það breytir út af hefðunum. Þetta er það sem er svo erfitt að eiga við. Og þetta situr mjög fast einmitt en þetta myndast einhvern veginn, þetta verður einhvern veginn til og til dæmis er oft talað um það að hvernig þetta feðraveldi virkar er að í mörgum þorpum og þetta alls ekki bara við Afríku, þetta er líka í Evrópu og svo framvegis áður fyrr. Að konur eru látnar þegar verða fullorðnar þá fara þær í annað þorp og giftast þar einhvernum manni og mennirnir í því þorpi þeir ólust allir upp saman en konurnar eru fengnar frá öðru þorpi og þetta skapar þá stöðu að konan er mjög félagslega einangruð á meðan að karlarnir eru allir rosalega samheldnir og hafa allt annað viðhorf til vinnu og lífs hreinlega því þau eru náttúrulega að koma frá allt öðrum aðstæðum. Konan kannski hugsar þegar hún er að fæða barnið á brjósti en er líka að sinna vinnunni sem þarf að sinna til að hafa fyrir sér á landinu en hún telur kannski að hún sé að vinna meira þegar hún er með barn á brjósti og finnst að kallinn ætti að leggja aðeins meira til og gefa henni smá meiri frið og kannski aðeins meira að borða á svona. Kallinn geti hugsað, hann hugsar þetta öðru sig. Kallinn sér þetta kannski á þann hátt að konan sé alltaf að taka sér litlar pásur til þess að gefa barninu á meðan að hann er með stærri vöðva og hann er að vinna erfiðari verkin og ætti í raun að fá meira að borða. Og þetta er svona þessi þankagangur er ekki endilega beintengdur sko einhverjum svona menningarhefðum eða feðraveldis strúktúr en ef fyrirkomulagið er þannig að konur eru sendar úr sínu þorpi og fara eitthvað annað að þá
verður ríkjandi hugmyndin kallana af því þeir taka sér saman og þeir mynda þetta og yfir tíma að þá byrja konurnar að fá öll erfiðu verkin og kallanir eru kannski bara fannir að slappa ansi mikið af og leika sér með frændum sínum og svona en þetta er tengsl þess efnislega og síðan hefðirnar og andlega hvernig þetta allt kemur til og síðan viðhelst. Já, og sem betur fyrir þetta öfgaflustu dæmin og sem betur fyrir mjög margt að breytast í þessu og það ný kynslóð sem orðin miklu upplýstari og sem sagt miklu tengdari, það alveg makalust, maður heitir þarna ungt fólk sem veit meira Evrópu heldur en ég það fylgist mjög vel með og það eru þarna 43 ættbálkar sem hver og einn tala sitt tungumál, þannig þetta eins og 43 þjóðir en það að verða miklu meira blönduð hjónabönd og sem betur fer æskan að og unga fólkið að miklu upplýstara og þannig að það margt sem breytist þannig og það er ofsalega margt sem Afríkubúar hafa sem að miklu þróaðara heldur en það sem við höfum á Vesturlöndum. Fornleifafræðingar eru að sýna fram á það að það ekki til neinar mannvistarleifar utan Afríku sem eru eldri en 500 miljón ára. Nei, 500.000 ára. En það eru til mannvistarleifar í Afríku sem eru alltaf upp í 9 miljón ára gamlar. Og það hefur sýnt að þeir eru sjá betur og betur með alls konar rannsóknum að Afríkubúar voru búin að þróa mjög þróu samfélög áður en þeir fóru út úr Afríku og eins og bæði í Egyptalandi og í hvað heitir það Eþíópíu, þar voru mjög stór samfélög sem voru mjög friðsöm og það er í máli að tala mundu og mundu að það ég af því að þú ert og það bara ég hef trú á því að þegar Afríka rís upp og hættum að arðrenna eins og verið hefur, þá mun Afríka setja svona mannlegan svip á jörðina. Því að þannig það er skortur en fólk hamingjusamt, það mikið gleði, það dans, það er svo margt sem að svo frábært þannig en það hef ég sótt mikið í að vera þarna. En auðvitað þessi nýlendu stefna sem að hefur nú lítið breyst, það eru bara aðrir sem eru að arðaræna, það ekki þessi ríki, heldur eru það meira fyrirtæki og staðan, pólitíska ástandið þarna núna, það voru nú nýlega róstur þarna í Kenju, og mótmæli, nýji forsetinn sem að heitir Ruto, hann segja einhver svo alvesti sem að hafa fengið og það svolítið BRICS sem þið þekkju og við svolítið talað og sem sagt Bandaríkin og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og fleiri eru mikið að slást Afríku í dag og því miður þá hefur Kenja hallast að Bandaríkjamönnum og Alþjóðabankanum verið að fá fjármagn þaðan og og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hann lánar með skilyrðum að þeir skeri niður opinbera þjónustu og þeir selji öll einkavæði öll fyrirtæki og svo framvegis. Það voru þetta búið að svona aukna sveltistefnu til þess að borga niður lánin hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og unga fólki í Kenju og fólk kannski almennt en sérstaklega unga fólki ætlaði ekki að sætta sig við það. Nei, þeir voru að hækka gjöld og skólagjöld og ýmislegt og en ég var að segja BRICS, þeir eru að lána þjóðum hana með því skilyrði að þau borgið tilbaka. Þeir eru ekki með skilyrði að þeir hegði sér á ákveðin hátt. En þetta var orsakað það í Kenja núna að kennarar voru í verkfalli að því þeir ekki fengið borguð laun í 6 mánuði. Vá. Okay. Og læknar nýkonur og verkfalli að þeir hafa ekki fengið borguð laun í 8 mánuði. Og það var ein vinkona mín eða sem með okkur, hún að þrífa á sjúkrahúsi og hún sagði bara, ég vona bara að kennara verði í verkfalli sem lengst því ég á ekki fyrir skólagjöldum að því ég hef ekki fengið borguð laun í 4 mánuði.
Þannig að þeir eru að skera niður og þetta er mjög skelfileg stefna því að þetta hefur svo mikil svona sæt áhrif að og þetta er svona eins og spírall sem að bara fer niður og þeir sem að fá ekki laun, þeir get ekki fara út í búð og keypt vörur og þetta stoppar. Þetta er náttúrulega bara í raun, allan sérstaklega í tilviki svona Afríkuríkja, þá er þetta bara til þess gert að, þú veist, af iðnvæða þjóðirnar og í raun sko gera þær fátækar og gera það að verkum að eina það sem að þjóðirnar geti gert er að selja út verðmætin sín og oftast eru þá einmitt komnir einhverjir viðskiptahagsmunir sem að fá þetta á ekki neitt og þeir kaupa stjórnmálamenn eða kaupa einhverja iðnjöfra þarna í Afríku. Já, og svo er sem sagt Afríkuríki. Þetta er og þeir eru að selja þeir voru að selja flugvöllin núna daginn, þeir eru að selja allar opinberar eða þú veist, einkavæða allt saman. Svo er annað þarna sem er mjög slæmt hegðun hjá stjórnmálamönnum. Það er bara einfaldlega þannig að sem sagt það var þarna fyrsti forsetinn Kenyatta sem var nú ágætur, reyndar á fjölskyldan hans stærra land í Kenya heldur en allt Ísland. En svo var annar sem tók við sem hét Moi, hann reyndar bara nýláttinn, hann var hann í 20 ár og hann fór og gaf pening. Fór og gaf kjöt á skóla og auðvitað gefa þeim þeirra eigin peninga. En þetta var til þess að stjórnmál, eða þegar það eru kosningar í Kenía núna, þá fara stjórnmálmenn og borga pening. Gefa pening alls staðar. Þannig það er mikil uppskeruhátíð, en síðan þegar komast inn á þing, þá þingi er svolítið eins og svona fjármála nefnd og það er svona mikið hreppapólitík og þetta er í blöðunum á hverjum degi og sjónvarpa frá þessu þinginu. Þá segja kannski að það þarf að leggja veg eða setja sjúkrahús í mitt hérað og fá fjárveitingu til það, en svo bara stela peningunum. Það verður ekki byggt, það er ekki byggt neitt sjúkrahús. Þetta byggja fótboltavöll og stela peningu. Að byggja íbúðir fyrir laga húsnæði í slömmunu, það var sett fjárveiting í það, það er bara stólið. Og þetta er á hverjum degi í fjölmiðlum að þessu hafa verið stólið og þessu hafa verið stólið. Þetta er bara orðið svo samtun að fólk en þetta minnir samt á mörgu leyti, það er á ýmsu hlutir á Íslandi sem að fólk talar og vill breytingar og það finnst það alveg fáránlegt eins og vextinni núna, það er bara fjármálkerfið er bara að stela nokkur 100.000 krónum frá fólki á hverju mánuði og það er bara látið. Já, og með kvótakerfið og svo framvegis, þannig að þetta er margt í þessu svona sama meið. Einhvern veginn fólk veit kannski að það er spilling og það náttúrulega er að verða fyrir barðinu af annarkvort vanhæfni eða bara illum ásetningi stjórnmálamanna og svona sérhagsmuna á landinu, en einhvern veginn eru margir sem að virðast bara samt einhvern veginn trúa alltaf aftur lyginni frá stjórnmálamennum og þetta sem þú segja frá einmitt í Kenju, þetta minnir mjög á Samherja, til dæmis fyrir norðan, sem fyrir að borgar íþróttavelli og byggir þá upp og svo framvegis og virðast rosa örlátir, en raunin eru þetta ef að þeir væru að leggja til samfélagsins eins og þeir ættu með við verðmætin sem felast í þeim náttúruauðlindum sem þeir fá á ekki neitt, meira en gefins, af því að þeir geta lánað út kvótann. Þeir lána út kvótann og græða meira á því að lána hann út en þeir borga fyrir hann í heild sinni, en svo látast þeir vera rosalega örlátir. Og fólk kannski kann að meta það svona í nærsamfélaginu en að átta sig ekki á því að það er verið að svína á því alveg hryllilega. Já, já, þetta er, við vorum með ráðstefnu, við erum alltaf með svona Zoom-fundi á 2 mánaða fresti ákveðið málefni, sem að trúmannastarhreyfingin allan heim og Presensa og eitt var nýlendustefna, það sem var verið að lýsa hvernig það verið að arðræna og mér fannst bara verið svolítið að lýsa eins og hlutinir eru á Íslandi, hvernig það eru ákveðnir sem eignast fiskinn í sjónum og svo framvegis og ég líka aðeins verið að fara niður til Namibíu, þar vita nú allir hver þekki allir Samherja. Sem eru ekki þurft að svara fyrir þá glæpi ennþá, Guð má vita af hverju, stjórnkerfið okkar virðist bara ekkert að hafa raunverulegan áhuga á að taka á þessu, en það er ekki raunin í Namibíu. Nei, nákvæmlega ekki og þetta
En sem betur fer og það sem að þarf að gera, það er náttúrulega að losna við þetta ofbeldi og ofbeldi þannig að þetta efnahagslega ofbeldi, það rætur annars ofbeldis liggja svo mikið í efnahagslegu ofbeldi. Tökum sem dæmi ef að einhver missi vinnuna, fer heim og lemur konuna og konan lemur börnin og börnin berja köttinn, eða þetta svona keðja sem að, og þessi skortur og sko jörðin hefur alveg getur alveg brauðfætt okkur og það góða allir í Kenía þó ástandi sé svona slæmt og það hefur bara sjaldan verið verra, þá er þetta svo frjósamt og Gjöfuljörð. Já, og það er fólk, það er svona hálfgerð repja, það er svona kál sem að þau rækta þarna og borða með hverjum máltíð og þar er þeir kalla það skúmavíki á sem sagt Swahili sem að þýðir sko íttu mér út vikuna en þetta búið að halda og þá kannski fæ ég kjöt helgina eða eitthvað og þetta búið að halda lífi í Afríkubúum bara og víða þeir eru nú aðeins að rækta þetta og gefa búfénaði og segja þetta sé mjög frjósamt en mér langar að tala eins sko það sem við höfum áhuga að gera er að vera núna með að vera meira uppbyggjandi og það er mjög við að fólk að gera mjög jákvæða hluti og við höfum áhuga að vera með sem sagt við hvetja konur á Íslandi til að kynna sér þetta hlaup þarna í Kenía það er mjög áhugavert að fara þarna og ég segi nú að það er mjög þroskandi fyrir fólk að fara og skoða þessa heimsálfu því að þetta er mjög margt áhugavert þarna. Þetta er risavaxin heimsálfa og það er eitt kannski sem við í Vesturlöndum föttum ekki alveg oft er að Vesturlönd eru miklu minnihluta í heiminum að megnaða heiminum eru þetta í Afríku, Asíu, Suður-Ameríku við erum í miklu minnihluta flestir eru í hinum einn. Já, þú sér bara eins og með BRICS, Brasilia, Rússland, Kína, Indland og Suður-Afrika. Þetta er næstu 70-80% af íbúum jarðar. Já, þetta nýja og sem er mjög áhugavert og það er sem sagt þessi einpóla kapitalismi sem hefur tröllriðið samfélaginu síðustu áratugi að það er mjög jákvætt að komi svona ákveðið mótvægi við það. En það sem að stendur þeirri þróun fyrir þrifum er auðvitað ofbeldið sem að ríkir. Þannig að það er mjög mikilvægt að meira segja til dæmis á Íslandi. Það er sko þegar við erum að segja frá Íslandi sem er mjög áhugavert þarna að því að við erum samt sem áður með sko mjög gott samfélag þar sem er lítið ofbeldi þar sem er en samt sem áður erum við með ofbeldi hér að því að fólk hefur ekki farið nógu djúpt niður í ræturnar og það þarf hver og einn að sko sem sagt að vinna í sjálfum sér og geta sko þegar einhver beitir því ofbeldi að þú getur verið í þeirri stöðu og getur látið að stoppa þar og látið ekki halda áfram. Og þetta er vettvangur og við erum með alltaf vikulega fundi þar sem við förum í þessa innri vinnu þar sem við skoðum þessa hluti mjög mikið og ég er sammála, ég er ekki að reyna að skjóta niður sko en það er svona vinkill á þessu að þú veist eins og Jesú Kristur átti að hafa sagt að maður á að snúa hinni kinninni sko og kannski sagði hann það var að meina ýmislegt með því, hver veit en margir hafa talað um það að kirkjan síðan seinna meir sem stofnun og valdatól sem fór að selja synda aflausnir og guð má vita hvað fáránlegt en að hún auðvitað heldur því fram kirkjan að þú eigir að setja kinnina hinum megin og láta þetta yfir þig ganga að því að í næsta lífi eða hinum megin í himnaríki að þá myndu fá það sem þú verðskuldar Guð, þetta er það sem prestarnir eru að segja á kirkjan
Guð mun verðlauna þeir í himnaríki og mun refsa hinum synduga og svo framvegis. Þannig að þetta verður eiginlega svona hugmyndafræði sem að sko lætu þið bara taka hlutunum og gera ekki neitt í þeim. Þannig að þetta jafnvægi á milli sko að vera, þú veist, þú ert að verða fyrir ofbeldi, þú átt ekki að sætta þig við það. Þú átt ekki að sætta þig við það, en hvernig svona berst maður á móti ofbeldi á jákvæðan og uppbyggilegan hátt? Af því að maður þarf að gera það, er það ekki? Jú, við höfum til dæmis sagt að sá sem beitir ofbeldi, hann er slæmur, sá sem að lætur beita sig ofbeldi, hann er ekkert betri því að hann gefur fordæmi fyrir komandi kynslóðir og svo framvegis. Þannig að þetta snýst mjög mikið það að rísa upp og það er reyndar sko auðvitað margt gott í trúnni og eins og í flestum trúarbrögðum þá er talað um að koma fram með aðra eins og vill aðri koma fram með sig og það er það sem að þarf að gera en fólk þarf þá að þekkja sjálf sig vel og þekkja aðra og virkilega spekulera í hvernig menn vilja láta koma fram við sig. Og líka þetta snýst var mikið sko að gera gjörðir að einingu af því að það er á sama hátt og ofbeldi það er byggjast upp ef þú gerir einhvað fyrir aðra og þess að ætlast til nokkurs í staðinn þar sem að hugurinn og tilfinningarnar og gjörðirnar fara saman að þá er það einhvað sem að tala um að pay it forward að það hefur áhrif og hefur jákvæð áhrif á samfélagið. Það er það sem að við erum að reyna að leggja áherslu á að fólk hafi jákvæð áhrif á umhverfi sitt sem betur fer mjög margir er að gera sko. Og þessi innri vinna, mér hefur sýnst ég nú ekki kafað rosalega djúpt í það en ég hef aðeins pröfað þetta og Júlíus Valdimarsson hefur sýnt mér og svona og maður er aðeins síðast að fundið, þetta er mjög bara flott finnst mér, ég er með gráði í sálfræði þannig að maður sér að þarna eru partar úr hugrænni atferlismeðferð og ýmislegt, þetta er svona tekið saman úr ýmsum áttum og í raun bara líka svona að setja sér mörk, að setja öðru mörk, þú veist að rosalega mikilvægt, vera ekki meðvirkur, setja sér mörk, en ykkur setja mörk, en eitthvað jafnvægi á þessu eins og kannski Jesú er að segja að maður eigi að snúa hinni kinninni, nú veit ég ekki hvað Jesú var að meina en mjög oft þegar einhver er með einhver leiðindi eða svona ákveðið ofbeldi gagnvart þér að mjög oft er bara það besta í stöðunni að láta framhjá þér fara og einhvern veginn snúa hlutunum í annan farveg en stundum og reyndar alveg gjarnan þá þarf að setja línu í sandinn og segja stopp, ég læt ekki bjóða mér þetta og svo framvegis þannig að þetta er svona eitthvað jafnvægi þarna. Já, þetta er mjög mikilvægt en það er mjög mikilvægt að stoppa ofbeldi og eins og þú þekkir núna byrjaður að starfa í verkalýðshreyfingunni að þar eru notaðir það sem við kallum andofbeldi það er að nota samtakamáttinn til þess að koma í veg fyrir að þessu ofbeldi sé beitt og þannig með því að setja mannin í fyrsta sæti og með því að vinna gegn ofbeldinu og vinna saman að þá er hægt að gera stórkostlega breytingar. Það sem mér finnst vanta ofsalega mikið núna í íslensk stjórnmál og í bara pólitík eiginlega allan heim er að það vantar svo mikið svona markmið og stefnu að við getum séð, bara tekið dæmi að bæði saman við BRICS og Kína, ég nú vin sem að bjó í Kína lengi og verið að segja mig frá því að kringum árið 2000 að þá ákveðu Kínverjar að útrýma fátækt og þá var bara sett öll stefna, þá var talið að væri 800 milljónir í Kína sem voru undir fátæktarmörkum, aðalega fólk í sveitinni og svona, en það var bara markvisst unnið að því nota skattkerfi, það var, ef að sem dæmi voru fyrirtæki sem voru tilbúin að taka menn í hálft starf og þeir getur fyrir menntun líka, þeir fjárfestu mikið í landbúnaði með þannig að vélvættu landbúnaðinn og á 6 árum, árið 2006, þá voru þau búin að minnka fátækt niður í að vera kringum 100 milljónir staðin fyrir 800
milljónir, þetta svo mikið fjöldi þetta er gríðarlegt og uppbyggingin og það sem að gera sko mér vantar svo mikið að menn sko, þetta eins og bara húsnæðismálin, þetta takja á þeim og bara leysi þau og það aðeins hægt að sjá að það var svona smá sprettur hjá honum barnamálaráðherra þegar hann fór að einbeita sér að þeim málaflokki, þá sýnir aðeins hvað þetta að gera en ef við skoðum hvernig Íslendingar byggðu upp landið á síðustu öld þegar þeir höfðu lítið sem ekkert, það var bara markmiðin og samvinnan og krafturinn, það svona hluti sem að mér finnst mjög mikið vanta í pólitíkinum, bæði og auðvitað það sem er náttúrulega hræðilegt er þessi útlendinga andúð og allt það sem er alið á í dag. Ég veit ekki hvernig myndi fólk ganga að lifa svona rasistum í Kenja, það sem eru sko 43 þjóðir sem hver og einn talar sitt tungumál og þetta er bara þetta er eins og að vera kannski í London, þú veist, og það eru bara alls konar tungumál og alls konar ættbálkar eða og það er mjög skemmtilegt að sjá það þegar þeir hitt einhvern sem er úr þeirra ættbálk, þá eru þeir svona glaðir eins og þegar við hittum Íslendinga kannski í útlöndum. Þetta er allt öðruvísi. Skringilegt þetta tal gegn svona fjölmenningu og eitthvað, allar stóra siðmenningar og bara allir nánast í heimi gegnum söguna hafa verið fjölmenninga samfélag. Mjög skrítið allt saman og þarna er augljóslega bara ef maður tekur stjættarvinkilinn á þetta þá er verið að reyna að afvegaleiða að setja ábyrgðin á hlutina eitthvað annað en það sem hún á heima til þess að því að þeir sem eru sekir eru að reyna að koma fólki í einhvern annan farveg og siðleysið er bara hreinlega slíkt að þeir eru tilbúnir að traðka á saklausu fólki til þess að ná sínu fram. Þannig er það og við þurfum einmitt að efla samtakamáttinn og meðvitund einhvern annan valkost og standa saman í því að gera það, að laga hlutina eins og bara með húsnæðiskerfið. Það er hægt að gera hluti núna og það er hægt að setja niður plan og hafa það mælanlegt og áræðanlegt og ná markvissum árangri en það er eins og stjórnmálamenn sko og svona hugmyndafræðin einhvern veginn á landinu sé þannig að það er bara álitið að það sé ómögulegt að til dæmis setja upp sambærilegt kerfi og verkamannabústaðirnir. Þetta er allt saman hægt en það er látið eins og þetta sé allt saman ómögulegt og meira segir eru stjórnmálamenn en þá að tala að við ætlum að láta markaðinn lesa málin, sá ég frá ungum framsóknarmönnum. Já, það er bara hagsmunir fjármála peningaflana eru bara við lýði eins og mér finnst það svo makalaust sko. Við vorum að kaupa íbúð og það á tíma þá var svo rosalega erfitt að fá greiðslumat sko. Og margir þurftu sko að skrifa bílinn sinn á foreldra sína eða eitthvað svoleiðis til þess að geta komist í gegnum greiðslumat þar sem þeir voru að sýna fram að getur borgað kannski 150-80.000 á mánuði. Svo bara einu ári seinna þá eru þeir að borga sko 450.000 á mánuði. Þú veist, hvers konar og sérfræðingarnir í háskólanum, ég hef séð þetta, þeir segja bara já það er nú ekkit óeðlilegt við að bankarnir segja að græða 10 milljarða á ári að þetta er bara venjuleg, segja þeir, hef ég heyrt sko frá prófessorum í viðskiptasálfræði til dæmis, þeir segja bara þetta sé nú bara eðlileg ávöxtun að krafa bankana, látið sem svo sko að þetta sé allt saman bara eðlilegt en ef þú horfir á það, þú veist, bara beint af hverju á það að vera þannig að það sé bara 10-11% ávöxtunar krafa alltaf hjá öllum fyrirtækjum punktur og pasta, þetta er bara ótrúlega steikt og auðvitað eiga bankarnir ekki að vera til þess hannaðir að sjúga arð úr vinnandi fólki heldur eiga þeir að vera verkfæri samfélagsins til þess að koma hlutum í réttan farveg og stuðla að uppbyggingu, en hvað það? Við erum rosalega pólitískir Þetta er rauðaborðið. En á miðvikudaginn þá verður myndað friðartákn við Klambratún og það verða fjölmörg samtök sem munu taka til máls. Geturðu sagt okkur aðeins hvaða samtök verða þarna? Já, við erum nú, sko, það er nú, Húmanistarhreyfingin hefur verið að halda málþing í gegnum tíðina og mynda svona tengsl við mjög mörg
samtök og verið með það sem við erum með þetta fórum og tökum fyrir ákveðin málefni og það tveggja ræður. Það verður nú Anna Lúðvíks frá Amnesty International, það verður fólk frá SÍD sem verður að hjálpa okkur að setja upp tjöldin og kannski selja kakó síðan frá kvenréttindasamtökum Íslands, það frá Íslands Palestína, það Júlíus nú aðalega að hafa samband við þetta fólk og hann var að tala að væri komnir einhverjir 20, það verður frá Samhljómi menningarheima, það verður frá Vinnum lífseins, það verður frá Message heitir það. Hvað meir? Það eitthvað kringum 20 sem hafa tilkynnt að þeir munu koma og taka þátt. Það hljómar eins og rosalegt stuð. Já, við munum deila viðburðinum á Facebook og þar verða svona meiri upplýsingar og Sanna Magdalena verður náttúrulega fundastjóri og Maggastína verður allar að syngja einhvað friðarlag. Hún hefur nú oft sungið hjá okkur og við vorum með þetta friðarmerki frá 2009 í einhver 8 ár áður en að það hætti og svo aftur 2019 þegar seinni heimsgangur nr. 2 fór af stað og nú ætlum við bara að setja það í gang. Við vorum líka með fjölmenningagöngu sem við gerðum í mörg ár þar sem að fólk á Íslandi frá mörgum þjóðlöndum kom saman og gekk göturnar og var stolt af uppruna sínum, enduðum niður í Ráðhúsið þar sem var svona menningarhátíð bæði með mat og dans og söng og alls konar atriði. Þetta gerðum við líka einhver 7-8 ár. Við höfum gott að slíku núna í dag. Já, við myndum endurvekja það líka og við kallum þetta fjölmenningagöngu, þannig að við vorum líka ekki að stilla þessu upp við og þeir, heldur voru fjöldi mismunandi íslenskra félaga að taka þátt að sýna fram á sinn kúltúr. Við höfum mikinn áhuga að koma þessu í gang aftur og þetta var partur af heimsgöngunni árið 2008 en þá var hún yfir sumarið. Nú yfir veturinn þannig að það svolítið erfitt en næsta sumar þá erum við áhugasöm að gera þetta og við erum líka með svona fjölmenningagöngur í Kenía því að þar eru þessir mörgu ættbálkar og þeir eru að gera það svona svipuðum nótum. Magnað. Og þetta vanandi þessi ríki í Afríku, þessi þjóðerni að þegar þjóðirnar öðlast sjálfstæði í svona orði, kannski ekki alveg á borði, en í orði eða reyndar fyrir þegar að þessi ríki eru mynduð og þá þetta heimsvaldasinnarnir eða heimsvaldasinnarnir sem að gera bara línur eftir því hvað þeir eiga og þú og þetta og eitthvað baðir fara heilu stríðin til þess að berjast upp á það en það er ekkert auðvitað að tala við fólkið sem býr þarna í þessum Afríku ríkjum og það er ekkert tekið mið af ólíkum þjóðernum og svo framvegis. Það er eitt sem í Afríku þá er engin einn ættbálkur sem að býr í einu landi og það er ekkert eitt land þar sem að einn ættbálkur býr. Þetta er alveg skorið þvert á ættbálka allt saman. Ég held að það nú verið hvort það verið bara fulltrúi Kenju hjá Sameinuðu þjóðunum núna í hitti fyrra að minni mig, hann var einmitt að tala þetta að þetta hefði verið svona ákvörðun sem var tekin þar allavega. Nú veit ekki alveg hvort það hafi verið sá sem var frá Kenjun, þetta var rosalega flott. Hann sagði að við þurftum að ákveða á einhverjum tímapunkti að við ætlum ekki einhvern veginn að fara að setja línurnar á þjóðunum okkar og einhvern veginn raða þessu upp. Við höfum tekið þá ákvörðun og tókum hana fyrir löngu síðan en við þurfum bara að vinna saman, og við þurfum að rækta tengslin á milli ólíkra þjóðarinnar sem kannski voru áður mjög frábrugðin eða voru ekkert í miklum samskiptum að auðvitað er oft þegar einhver svona ríki og fylki myndast að þá eru ólík þjóðarinni en þegar heimsvaldasinnarnir draga þessar línur þá er með þress og kruss bara kannski hjá hópum sem voru ekkert mikið vinir eða í samskiptum og tala ekki sömu tungumál og skilja hvort annað ekki neitt en hann var að segja þessi fulltrúi að við ákvæðum það við þurfum bara að rækta tengslin, við þurfum að
sameinast og verða vinir og vinna saman og svona. Já, nákvæmlega og það svo merkilegt maður fer hérna til Kenía og hittir fullt af fólki og staðreyndin svo að þetta fólk á mestan hátt svo líkt manni, þú veist að fólk eins alveg hvar sem að það kemur og hérna fólk hefur sömu þrár og sömu drauma og hérna það sem við þurfum að leggja áherslu á að einbeita okkur að því sem að sameinar okkur í stað þess að einbeita sér að því sem að sundrar okkur. Og það þið mannlega, við erum klárlega eins og ég held að vera nú Mencius Confuciuskur hugsuður sem sagði að hann vildi meina bara að allir menn væru góðir bara, allt fólk, almennt sko svona, af því að ef þú mynd taka venjulega mannesku og hún var að labba og svo myndur sjá að það drukknandi barn í tjörn og þá myndi bara allar manneskjur myndi fara og bjarga litla barninu og þá sagði hann að það væri svona fræja góðmennsku í hverju einasta mannshjarta og það þyrfti já að tilenga sér það að rækta það upp en það væri þarna og alltaf þarna. Já, það svo skelfilegt að svo að með ofbeldinu að þá búið að sko eyðileggja fólk. Það hérna börn sem að alast auðvitað upp við mikið ofbeldi, mikla spennu og mikið skort að það þurfa að berjast fyrir sínu og það auðvitað alveg skiljalegt að þau beiti ofbeldi til þess að koma sínu fram og til að komast áfram. En það sem að vantar mjög mikið í samfélagi að hafa skilning á ofbeldinu og vinna með það og þetta bara eins og ungir, það hægt að eyðileggja unga einstaklinga með einhverju skelfilegum hlutum sem þeir lendi í og eiga bara slæma ævi. Og það í þessari innri vinnu, þá svona, tölum þetta sögur fyrir fullorðið fólk, þá ferði í gegnum svona ákveðna sögu sem að vinnur úr svona tráma, fer tilbaka, upplifir atburðina aftur og það þetta að vinna mjög mikið með þetta og ég veist ekki að þú verið sálfræðingur, þú varst að segja mér það. Ekki sálfræðingur, en ég BS skráði í sálfræðingur. Já, og að Síló skrifaði eina bók sem heitir sko Sálfræði Síló, sem að við höfum verið að hittast og lesa, hún mjög löng sko og reyna að þýða og hittust alltaf annarkvæmt svona hópur úr humanistum lengi vel sko. Ég reyndar að því ég bý fyrir norðan þá fer ég og hitti þau þegar ég hérna á mánudögum annarkvæmt mánuð. En þetta mjög margir að tala um það vantar einhverjum við höfum þessa þekkingu og svona ýmsa aðferðafræði sem getur verið mjög góð í að taka á áföllum og vinna úr þessu og svona rækta upp hið mannlega heimspeki og vísindi þetta allt annað, miklar hefðir en það kannski að menntakerfin okkar og heilbrigðisstofnanir og bara svona samfélagi sé ekki alveg að beita þeim rétt mikið tala um það núna með auknu því sem virðist vera aukið ofbeldi í samfélaginu að þurfum við kannski einhvern veginn að koma þessu inn í kerfin okkar þannig að við getum betur tekist á við ofbeldið þegar það verður og svona. Vantar svona stefnumörkun og markmið og þetta auðvitað ekki þegar að sko maðurinn ekki fyrsta sæti heldur fjármagnið að þá alltaf spurt hvað græðum við á því sko? Nei, við græðum ekki, þá það ekki gert sko. Og þegar það sagt hvað græðum við á því þá á það við örfáa kapitalista eða stóri eignafólk það fáránlegt og við hljótum að geta gert betur. Já, það held ég og allavega það skiptir miklu máli eins og ég man nú eftir þessum ungur þegar maður byrjaði húmanistarhreyfingunni hérna og ungur maður og hélt maður geti sko breytt heiminum að fórum svona rennamann svolítið 2 grímur en hérna það auðvitað hlutinni breytast og gera það en það sem var mjög gaman fyrir mig var að koma þarna til Afríku og Kenía þar sem að maður getur haft meiri áhrif út af mörgum hlutum og hérna ég segi stundum þetta bara svona áhugamálega lífstíl þú veist og það skiptir máli það sem fólk gleymir stundum að það skiptir miklu máli að gefa af sér og það bara gerir lífið hérna bærilegra og heilsuna betri og svo framvegis og hérna þetta bara eins og maður þarf bæði að anda inn og anda út og þannig að þeir sem að hérna gefa lítið af sér að þeir verða bara krumpaðir og hérna
og oft fólk sem á mikinn peninga, það er kannski ekki hamingjusamt og upplifir mikla vanlíðan og þannig að það er mjög margt sem er hægt að skoða í þessu í gegnum að skoða hvernig ofbeldið hegða sér og hvernig sem sagt að það hefur áhrif og líka að vinna með bara, sko, við erum ekki að gera neina stjart vísindi, sko, við erum bara að vinna með orkun, til dæmis orkun í líkamannum eins og bara jóga, að hafa flæðið svona meira í gangi og þetta, mér finnst þetta ætti að vera miklu meira eins og inn í menntakerfinu og inn í, hérna, það er nú kannski að koma aðeins svona eins og einhverjir lífsleikni tímar og eitthvað þess áttar, leikskólanir eru á mörgu leyti góðir, sko, en svo er eins og vandi bara eitthvað, það vantar eitthvað. En árangur, þú veist, það sem við teljum árangur getur tekið rosalega langan tíma. Það tók 500 ár að mynda einhvers konar svona borgaralýðræði. Aristokrætarnir vildu ekki láta af völdum sínum. En þetta er merkilegt með ofbeldið og merkilegt með ríka fólki í heiminum í dag að það er ekki einu sinni nærði, það hamingjusamasta í heimi. Þau allra ríkustu, það er eins og þau séu í einhverjum ótta, skort og taugaveiklun hreinlega að eignast meira. Það eru svo mörg kerfi, sko. Það eru eitt dæmi, ég er að senda mikið pening til Kenya og það er eiginlega bara hægt að senda í gegnum Western Union sem að tekur 8% af því sem hún sendir. Það er einhvern tíðan af ráðstefna hjá Rauðkrossinum þar sem við vorum að tala um þetta og þeir segja, sko, stærstu, ef svo má segja, hjálparsamtök heimsins sem eru sko brottfluttir sem eru að senda pening til ættingja og fjölskyldu og annað í heimalandinu og þeir voru eitthvað áætlað, þetta væri mögulega 20 stærri fjármunir heldur en öll ríki heimsins veita í þróunaraðstoð. Og af þessu er Western Union að taka 8%. Wow. Og það er ekki skrítið að þessi ríku verða alltaf ríkar og ríkar. Þeir eru með alls konar svona svikamillur sem að bara, sko, og nú er að verða alltaf erfiðar og erfiðar að líka senda peninga á milli landa að því að það er hvert hneykslismáli á fætur öðru þessum bankarnir eru að sem sagt, þvo peninga fyrir glæpasamtök og síðan þá herðaði reglurnar og þannig að það verður alltaf erfiðara fyrir þennan venjulega mann, sko, að hreyfa sig. Nú þarf þetta að gera grein fyrir, þetta er bara alltaf að verða erfiðara og erfiðara að senda peninga á milli landa og dýrara. Mörg kerfi bara hafa enga rétt á sér og við ættum bara að gagnrýna þau og hugsa þetta frá svona bara, þú veist, ef maður hugsa þetta bara nýtt og bara þetta meikar ekki neitt sens. Þú veist, við ættum ekki að hafa þetta svona, við ættum ekki að hafa þetta svona og svo framvegis. Ragnar Sverrisson, takk hérlega. Mér hlakkar rosalega til miðvikudagsins. Þetta var mjög góð spjall og ég hvet alla til þess að mæta og sýna samstöðu og kærleika og stöndu fyrir frið og endilega fólk tilengi sér það, tónlistafólk og annað að sýna smá frið í verki. Já, ég mæli með því að hvet alla til þess að vera með sjálfsbrottin atriði sem að tengjast friði og það veitir ekki af að auka friðinn í samfélaginu. Við erum að tala núna, sko, ofbeldi hjá börnum og ég segi bara oft var þörf en nú er nauðsyn að styrkja friðinn og minnka ofbeldið. Heyr. Og við góðu hlustendur ætlum að hlusta á hana Tracy sem er frá Kenju, tónlistakona og hefur komið 18 börnum á legg. Það er ansi vel gert. Já, það eru börnin hennar sem eru að syngja með henni í þessu vídeói. Já, þökkum henni fyrir og í frábært kvöld. Sjáumst vonandi á miðvikudaginn. Takk fyrir mig. Já, hvet alla til að mæta og verið velkomin. Enough respect to all the women in the world. I sing this for all the women. Love yourself. You're powerful. Respect yourself. Juaji Music. Love yourself as a woman. Respect yourself as a woman. Everybody looks on you. Everybody looks on you. Love yourself as a woman. Respect yourself as a woman. Everybody looks on you. Everybody looks on you. No woman, no cry. No woman, no cry.
Respect yourself as a woman. Everybody looks on you. Everybody looks on you. R to the E-S-P-E-C-T. I love all my ladies, nice and sweet, pretty and clean, fine like wine. Girls as pretty as I've done any crime. Please let me cook, give me humble time. Only right mama had to call his son in the studio. But bro, anyways, here we go. Wonder Woman, superwoman, blessed woman, unafanya najituma. Luku pia ni safi mpoa, amepiga puma. Black kama beauty, unakos mpaka luna. Bright ladies with bright futures. Says he hesitate mpaka kukuita msupa. Ndio maana kukwa market options zimejaa chupa. Buzz over names, facts over feelings. I go lines lined up under like a meal. College shoes Sunday out, here we go. Love yourself as a woman. Respect yourself as a woman. Everybody looks on you. Everybody looks on you. Love yourself as a woman. Respect yourself as a woman. Everybody looks on you. Everybody looks on you. Be a woman of integrity. Let your man be proud of you. Let your papa be proud of you. Let your children be proud of you. Oh yes, mama, you're powerful. We are the world. We are the future. We are the ones to make a better day. So let's start living. We are the world. We are the future. We are the ones to make a better day. So let's start living. Love yourself as a woman. Respect yourself as a woman. Everybody looks on you. Everybody looks on you. Love yourself as a woman. Respect yourself as a woman. Everybody looks on you. Everybody looks on you. One, two, three, four. Shika kiuno. Shika kiuno. 1, 2, 3, 4. Shika kiuno. Shika kiuno. Kitawaramba. Kitawaramba. 1, 2, 3, 4. Shika kiuno. Shika kiuno. Women power. Women power. Shika kiuno. People's power. People's power. Shika kiuno. Mama mulai. Mama mulai. Ahira papa. Mama mulai. Mama mulai. Ahira papa. Senje mulai. Senje mulai.